Velkomin, ég heiti Ólafur. Flest fyrirtæki, lítil og stór, hafa heimasíðu í dag. Og síðu á Facebook, kannski Instagram og YouTube líka. En til hvers? Heimasíðan er markaðstæki og fyrirtæki eiga að hafa hagnað af heimasíðunni sinni. Beinan og verulegan, ekki kostnað. Flestir hafa hugmynd það að hafa megi not af samskiptamiðlum til markaðssetningar og jafnvel hafa þeir svo mikið við að fela einum starfsmanninn af fyrirtækisins að sjá þessa síður, uppfæra þær, svara fyrirspurnum og þess háttar. Það er ágætt, þess þarf. En ávinningurinn sem að hafa má af þessum síðum endar ekki þar. Áður fyrr þá var þetta nóg, en ekki í dag. Vegna þess ávinnings sem að hafa má af réttri notkun samskiptamiðlana eykst ásóknin og áreiti notendana verður meira og því þarf meiri kunnáttu til þess að ná til viðskiptavinanna. Ef við tökum Facebook og Instagram til dæmis, sem eru vinsælust hér á Íslandi, þá eru möguleikarnir til þess að skapa virka þátttöku notendana nánast ótæmandi. En þeir eru oftast svolítið langt undir húddinu. Það er ekki svo að það blasi við notendum. Virk umsjón með samskiptamiðlum krefst þekkingar og reynslu af notkun þeirra ef árangur á að nást. Þegar ég býð forsvarsmönnum fyrirtækja þessa þjónustu er svarið mjög oft: Nei takk, við erum með ágæta manneskju í þessu. Og það er eflaust rétt. Hún er líklega ágætis manneskja, en kann því miður oftast mjög lítil skil á þeim möguleikum sem þessi miðlar bjóða upp á. Og forsvarsmenn fyrirtækja hafna þjónustunni byggða á þeirri þekkingu sem þeir hafa á verkefninu. Afleitt. Frumskilyrði ef menn vænta árangurs af notkun samskiptamiðlana er að þekkja möguleikana. Helst alla, og síðan er að velja það úr sem að best henta fyrir þjónustuna sem að fyrirtæki býður upp á. Þegar að það hefur verið greint er gott að hafa sérfræðing til þess að setja ferlið upp. En þá loksins er komið verkefni fyrir áhugasama starfsmann fyrirtækisins til þess að sjá daglega vöktun. Ef þú vilt ná lengra og nýta betur þá möguleika sem að liggja fyrir fótum þér, skaltu leita leiðsagnar. Við veitum þessa leiðsögn.